Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna breytingu á starfsáætlun. Fundi sínum í gær fjallaði forsætisnefnd bréf sem forseta barst frá fjármála- og efnahagsráðherra varðandi frestun á framlagningu fjármálaáætlunar vegna gjörbreyttra efnahagslegra aðstæðna. Því liggur nú fyrir sú breyting á starfsáætlun að fjármálaáætlun verður ekki á dagskrá þingsins fyrr en miðjan maí. Af sjálfu leiðir að starfsáætlun og fundahald hér í þinginu kann að taka frekari breytingum á næstu dögum og vikum og verður upplýst það jafnóðum og mál skýrast. Borist hefur bréf frá utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra þar sem óskað eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 584 kafbátaleit frá Andrési Inga Jónssyni. Útbýtt var utan þingfundar 12. mars þingskjali 1119 staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald stjórnarfrumvarp. Útbýtt á fundinum þingskjali 1122 samvinnuverkefni vegaframkvæmdir, það stjórnarfrumvarp. Forseti vill upplýsa að hann hyggst haga atkvæðagreiðslum þannig í dag að hver atkvæðagreiðsla muni standa opin í að minnsta kosti 2 mínútur, þannig að þingmenn þurfa ekki að vera allir í salnum í einu þegar greidd eru atkvæði. Samt að sjálfsögðu komnir í þinghús við upphaf atkvæðagreiðslunar og ekki farnir úr húsi og fari ekki úr húsi fyrir að henni lokinni. Hér vonandi ekki nema fáeinar atkvæðagreiðslur að ræða. Svo háttar til eina dagskrármálið og of skammt liðið frá útbýtingu frumvarpsins þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka málið á dagskrá. Fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigðin. Atkvæðagreiðslan hafin. Forseta sýnist að allir í húsi séu búnir að greiða atkvæði, þannig að það ekki ástæða til að dvelja lengur við það. Atkvæðagreiðslunni lokið, afbrigðin samþykkt með 45 samhljóða atkvæðum. Þá tekið fyrir eina dagskrármálið staðgreiðsla opinberra gjalda og tryggingagjald stjórnarfrumvarp 659. mál á þingskjali 1119 fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þarf að taka alla ræðuna með mér hérna upp. Og ekkert annað. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka fyrir það að hér geti átt sér stað þingfundur í dag til þess að taka þetta mál á dagskrá, að það skuli fá afbrigði til að komast að. En ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum tryggingagjald. Með þessu frumvarpi lagt til að gjalddaga helmings þeirrar staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjald sem var á gjalddaga 1. mars 2020 verði frestað mánuð og eindagi verði 14 dögum eftir það. Eindagi staðgreiðslu opinberra gjalda og tryggingagjalds ætti að öllu óbreyttu vegna þess helmings sem frestað að vera 16. mars 2020 en verður 15. apríl 2020 verði frumvarpið að lögum. Tímabundna og almenna einskiptisaðgerðir að ræða og það lagt til að við áðurnefnd lög bætist þannig ný ákvæði til bráðabirgða. Á þeim tíma sem veittur greiðslufrestur samkvæmt frumvarpinu, þessum mánuði sem hér skapaður, verður unnið að útfærslu nýrrar leiðar sem tryggir fyrirtækjum sem lent hafa í greiðsluvanda úrræði til greiðsludreifingar umfram þetta.
Þá eiga þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu ekki við staðgreiðslu samkvæmt lögum fjársýsluskatt. Með þessu frumvarpi lengdur sá tími sem má líða án þess að vanskilaviðurlögum sé beitt á helming þeirrar fjárhæðar sem var á gjalddaga í mars 2020. Sé staðgreiðsla opinberra gjalda ekki greidd á réttum tíma ber að greiða álag samkvæmt 28. gr. laga staðgreiðslu opinberra gjalda. Frumvarpið felur í sér að álagi samkvæmt 28. gr. laganna verði ekki beitt ekki fyrr en 16. apríl næstkomandi vegna þeirra staðgreiðsluskila sem frestað er. Jafnframt felur frumvarpið í sér að vangreitt tryggingagjald sem annars bæri dráttarvexti frá gjalddaga eftir eindaga þess 16. mars frumvarpið felur í sér að vangreitt tryggingagjald sem annars bæri dráttarvexti frá gjalddaga eftir eindaga þess þann 16. mars frestas þannig að það ber ekki dráttarvexti fyrr en eftir eindaga þann 15. apríl og þetta kemur nánar fram í frumvarpinu. Mig langar til þess að víkja aðeins að þeirri staðreynd að hér eru mál unnin undir töluverðri tímapressu og þannig háttar til að það bil 85% af öllum þeim sem eiga að skila staðgreiðslu og tryggingagjaldi á eindag 16. mars hafa þegar skilað inn skilagreinum og þannig sem sagt þegar búið að keyra út kröfur á þessa aðila. Verði þetta frumvarp að lögum, þá mun sú breyting eiga sér stað að í stað þess að þurfa að greiða þá kröfu núna á mánudaginn verður henni tvískipt og þá fer út önnur keyrsla í gegnum tölvukerfin. Og í samræmi við það sem ég hef hér rakið verður það þá þannig að fyrri helmingurinn með eindaga á mánudaginn og seinni helmingurinn með eindaga 15. apríl 2020. Það leiðir af eðli máls að án lagaheimildar ekki hægt að keyra út þessa breytingu í heimabönkum en við gerum ráð fyrir því að þeir sem þegar hafa greitt geti óskað eftir því að dreifa greiðslunni og fá endurgreitt þann hluta sem þegar hefur verið greiddur. Það það mikil samstaða hér í þinginu tel ég að við þurfum að sýna markviss viðbrögð við þeim aðstæðum sem hafa skapast. Við finnum þegar fyrir áhrifum veirunnar á efnahagslíf okkar en með viðbrögðum eins og hér eru lögð til hægt að draga verulega úr neikvæðum áhrifum þess sem þegar að birtast okkur. Ég ætla að segja það bara fyrir mitt leyti að þeirri hugmynd að dreifa greiðslum vegna gjalddagans 16. mars hafði ekki verið hreyft við mig í síðustu viku. En eftir að við sáum það úrræði nýtt víða annars staðar, við sáum hvatningu frá alþjóðastofnunum og við skoðuðum þann möguleika hér heima fyrir og rifjuðum auðvitað upp reynsluna frá því fyrir rúmum áratug af slíku úrræði, þá þótti okkur sjálfsagt að segja strax frá því að við værum að vinna að slíkri lausn og mér finnst að vera til merkis hversu hratt hlutirnir að breytast að það hefur skapast á örskömmum tíma gríðarlegur þrýstingur á því að ljúka afgreiðslu þessa máls. Þessu finnst mér skylt að koma til skila hér við framsögu málsins að það er fjöldinn allur af fyrirtækjum sem að treysta á að málið nái fram að ganga þannig að lausafjárstaðan verði þeim mun betri sem þessu nemur og að sjálfsögðu eru menn síðan að treysta á það að úrræðin sem við ætlum að smíða í framhaldinu muni duga þeim sem að lenda í vanda vegna niðursveiflunnar, vegna tekjutaps hreinlega. Dæmin sem við heyrum eru það að salan sé að falla 30–40% og meira í síðustu viku og í þessari viku. Í smásölunni eru
áhrifin þegar komin fram og þau eru mjög umtalsverð og það eru eflaust fá dæmi önnur eins áhrif á tekjustraum slíkra fyrirtækja. Auðvitað allir að ræða ferðaþjónustuna og augljós sá vandi sem þar og óvissan ekki til að hjálpa til. En þessu viljum við mæta með þessu frumvarpi og aðgerðum sem fylgja í kjölfarið. Það gert ráð fyrir því að með þessu frumvarpi verði það að lögum, þá séum við að hafa áhrif á það bil 22 milljarða sem ella hefðu komið til greiðslu á næstkomandi mánudag. Það að segja, það gert ráð fyrir því að þessar lagabreytingar hafi í för með sér seinkun á tekjum ríkissjóðs að fjárhæð 22 milljarðar króna. Það þá helmingurinn af því sem til greiðslu samkvæmt skilagreinum eftir helgi. Við sjáum á þessari fjárhæð að þetta gríðarlega stór efnahagsleg aðgerð. En ég verð á sama tíma að segja að það ekki alveg augljóst með hvaða hætti við munum smíða lausn fyrir framhaldið. Við höfum séð alls konar útfærslur á því í öðrum löndum. Mest af því hef ég bara sjálfur séð í fréttamiðlum en við höfum hins vegar líka reynt að fá yfirsýn yfir svona helstu aðgerðir. Ég nefni sem dæmi. Þegar að menn segja fyrirtæki ferðaþjónustu eiga að fá greiðslufrest, þá verður erfitt að draga mörkin. Fyrirtæki hérna við Laugaveginn sem selur úlpur eða minjagripi, eru það fyrirtæki ferðaþjónustu? Þegar að menn segja að fyrirtæki sem hafa orðið fyrir 25% tekjufalli, þau eigi að fá fyrirgreiðslu. Þá spyr ég, hvað með fyrirtæki sem fékk 23% tekjufall? Hvað á að gera fyrir það? Jaðaráhrifin af slíkum reglum geta orðið gríðarleg. En við verðum á sama tíma að horfast í augu við það að heildarsvigrúm okkar til þess að koma til móts við þessar aðstæður ekki ótakmarkað. Og þegar við erum nú að stíga fyrstu skrefin við að skilja eftir fjármuni út í atvinnulífinu þegar þar þrengir að, þá skulum við hafa það í huga að við munum ekki geta tekið endalaust mörg skref. Þannig að það mjög mikilvægt að hvert og eitt skref sem stigið verður rati þangað sem við ætlum áhrifunum að koma helst fram. Ella bjóðum við heim hættuna á því að við höfum gert of mikið fyrir of marga en allt of lítið fyrir þá sem í mestri þörf. Þetta held ég að sé stærsta úrlausnarefni okkar sameiginlega vegna þeirra aðgerða sem fram undan eru. Ég ekki að segja þetta sérstaklega bara þetta mál hér, en ég held að eigi við þetta mál að þegar við förum út í frekari lengri tíma útfærslu sem samkvæmt frumvarpinu ætlað að verði núna á næstu vikum áður en að næsti gjalddagi kemur, að þá þurfum við að hafa þetta í huga og slíkar ákvarðanir geta ráðið mjög miklu það hvort að viðleitni stjórnvalda skilar þeim árangri sem að stefnt. En þetta sama á við önnur frumvörp sem munu líta dagsins ljós. Ég nefni til dæmis stuðningsaðgerðir vegna uppsagna, stuðningskerfin, frumvörp greiðslur í sóttkví, aðrar slíkar aðgerðir, að sjálfsögðu líka frumvörp lækkun skatta eða annarra gjalda sem munu líta hér dagsins ljós. Þar munum við leitast við að haga útfærslunni með þeim hætti að við séum að ná til þeirra sem við vitum í mestri þörf. Og hafandi sagt þetta, þá mun ég vilja koma þeim skilaboðum til allra þeirra sem eiga gjalddaga núna á mánudaginn vegna opinberra gjalda. Að séu þeir ekki í þeirri stöðu að þurfa á gjaldfrestinum að halda, þá bið ég að menn standi skil á sínu. Að menn taki ekki lán hjá ríkissjóði nema að þeir séu í þörf fyrir fyrirgreiðslu. En frumvarpið gert þannig úr garði að það eiga allir jafnan rétt. Og það eiga allir rétt á að nýta sér
það svigrúm sem hér skapast og ég mun ekki gera athugasemdir við það. En ef okkur auðnast að skapa þá samstöðu nauðsynlegar aðgerðir sem við þurfum að gera, þá tekst okkur að standa saman jafnframt það að svigrúmið sem við höfum, það nýtist þeim sem í mestri þörf. Og þess vegna segi ég þetta, að fyrirtæki sem ekki í þörf fyrir dreifingu gjalddaga ættu einfaldlega að standa í skilum eins og upphaflega var áætlað. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, vil ég leggja til að þessu frumvarpi verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar og þá ræðutími styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við í Samfylkingunni við styðjum þessa aðgerð og við höfum fullan skilning á því að það þurfi að gera þetta með miklum hraða vegna þess að það eru þarna dagsetningar fram undan, á mánudaginn hreinlega sem þarf að taka tillit til. En ég geri ráð fyrir því, forseti, að þetta sé ekki eina aðgerðin sem í burðarliðnum hjá hæstv. ríkisstjórn og ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvað með frestun á greiðslu virðisaukaskatts. Þar dagsetning 5. apríl. Eigum við von á því að fá að taka á slíku máli strax eftir helgi? Og einnig vil ég spyrja hæstv. ráðherra stöðu fólks sem missir vinnuna þrátt fyrir aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Við vitum að atvinnuleysi fer vaxandi, sumir hafa nú þegar misst vinnuna. Von á sambærilegum aðgerðum fyrir fólkið sem missir vinnuna eins og fyrir fyrirtækin til þess að vinna gegn atvinnuleysi? Hefur það til dæmis verið rætt innan ríkisstjórnarinnar að fólk sem missir vinnuna fái frest á greiðslu vaxta og afborgana af húsnæðislánum á meðan að faraldurinn gengur yfir? Möguleiki að gefa bönkum og lífeyrissjóðum einhvers konar tilmæli í þá veru? Slík aðgerð að mati hæstv. ráðherra möguleg? Svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson andsvari. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir góðar undirtektir í þessu máli. Varðandi virðisaukaskattsgjalddaga þá vil ég ekki útiloka að það verði gripið til einhverra aðgerða, til dæmis til þess að dreifa gjalddögum. En við höfum enga slíka ákvörðun tekið. Við erum hér að grípa til aðgerða sem frestar 22 milljörðum eins og ég hef komið inn á og við þurfum að taka tillit til svona heildarumfangs slíkra aðgerða og hvernig samspil virðisaukaskattsfrestunar og þessarar aðgerðar gæti komið út þegar á heildinni litið. Ég vil svara fyrirspurn atvinnumissi á þann veg að ríkisstjórnin vinnur hörðum höndum að útfærslu sem svipar til þess sem við höfum áður séð þegar niðursveifla varð í efnahagslífinu og það verkefni sem félagsmálaráðherra sinnir nú og það mun ekki langur tími líða þar til að hann mun kynna sínar hugmyndir í því efni. Nú varðandi afborganir heimilanna af lánum þá myndi ég vilja segja í fyrsta lagi að enn sem komið fyrir utan það sem snertir atvinnumissi þá sjáum við ekki högg hjá heimilunum. Við höfum engar sambærilegar aðstæður núna eins og áttu við hér í hruninu þegar við fengum mikið verðbólguskot og vextir voru í hæstu hæðum. Við erum eiginlega þveröfugt við það. Þá erum við með í dag lægstu stöðu vaxta sem við höfum séð og mikinn kaupmátt og nýfrágengna kjarasamninga.
Hins vegar við því að búast að slíkar aðstæður geti skapast að það verði þörf á fyrirgreiðslu í fjármálakerfinu og við vinnum að samkomulagi það eftir því sem að hægt er. Ég get komið aðeins inn á það í síðara andsvari. Já, það er. Þá veitir andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið, en nú er það svo að atvinnuleysisbætur eru í sögulegu lágmarki miðað við lágmarkstekjur eða lágmarkstaxta og ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort að honum finnist það koma til greina að hækka atvinnuleysisbætur í þessu ástandi og hvort að það hafi verið rætt innan ríkisstjórnarinnar staða fólksins sem að vinnur svona í skemmtanageiranum, einyrkjarnir, listamennirnir sem að hafa misst bara tekjur vegna þess að það hefur verið ákveðið að fresta tónleikum og svo framvegis árshátíðum og þetta er fólk sem hefur þetta sínu lifibrauði og getur ekki gengið að sjóðum vísum eins og aðrir. Hefur hæstv. ríkisstjórn hugað að stöðu þessa fólks? Þá svarar hæstv. ráðherra andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, við hækkuðum atvinnuleysisbæturnar 19% vorið 2018. Það var verulega mikil aukning á réttindum í atvinnuleysistryggingum með þeirri breytingu og við höfum líka séð það á útgreiðslum atvinnutryggingasjóðs að það hefur haft gríðarlega mikil áhrif. Ég held við hljótum öll að vera sammála það að við viljum reyna að bjarga sem flestum störfum og komast í gegnum það tímabundna ástand sem við erum hér að horfa á. Ég vil taka undir með hv. þingmanni að þegar við horfum upp á óumflýjanlegt atvinnuleysi þá verðum við að hlúa að því fólki en ég tel að kerfið okkar sé sterkt og nokkuð öflugt. Varðandi sjálfstætt starfandi þá finnst mér ekki útilokað að við gætum til dæmis aukið ráðstöfunartekjur þeirra með því að heimila fólki að taka út séreignarsparnað eins og gert var á sínum tíma. Það er algerlega kostnaðarlaus aðgerð fyrir ríkissjóð. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka fjármálaráðherra framsöguna. Við í Viðreisn að sjálfsögðu styðjum þetta mál en leið áttum við okkur á því að þetta er bráðabirgðaredding bara til þess að bjarga gjalddaga sem er núna á mánudaginn. Ég ætla ekki að vera að eyða tíma því sem mjög mikið á þessu stigi umræðunnar. Við eigum eftir að taka þetta til umfjöllunar síðan í efnahags- og viðskiptanefnd en það sem ég velti fyrir mér er tvennt. Fyrsta lagi, í ljósi þess sem kom fram í máli hæstv. Fjármálaráðherra, það hafa einmitt fjöldi ríkisstjórna í vikunni verið að kynna aðgerðir sínar, aðgerðaáætlanir, útfærðar aðgerðaáætlanir til að bregðast við þessari fordæmalausu stöðu sem heimsbyggðin er að glíma við núna. Hvenær megum við eiga von á útfærslu þessarar ríkisstjórnar? Það er það sem ég sakna ennþá. Það er eins og að færa þetta fram í einhverjum smáskömmtum og hér erum við að tala ég myndi kalla þetta minni háttar tæknilega útfærslu, vissulega gjaldfrest á 22 milljörðum en þetta er ekki að veita fyrirtækjunum neina sýn hérna inn í árið. Þetta er til gjalda ásamt þá gjöldum aprílmánaðar að óbreyttu eftir mánuð. Þannig að það er fyrsta spurning, hvenær ætlar ríkisstjórnin að kynna aðgerðapakka sinn í þessum málum og ég vona að það sé bara hér strax eftir helgi. Í öðru lagi hvað þetta sérstaka mál varðar að því að við höfum nú talað það hér í þessum sal að við þessar kringumstæður, jafn mikla óvissu og við að etja, sé betra að ganga lengra heldur en skemur, hvort það ekki sé alveg óhætt að ganga aðeins lengra í þessu máli, til dæmis með því að það sé þá aðeins þriðjungur eða fjórðungur og geti jafnvel verið einhverju leyti valkvætt sem að væri til greiðslu hér eftir helgina
því að það er alveg ljóst að það er fjöldi fyrirtækja í mjög þungri stöðu við þessar kringumstæður. Svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra andsvari. Virðulegi forseti, fyrst varðandi útfærsluna á þessu máli þá hef ég fengið þau fyrstu viðbrögð að með því að fresta helmingi gjalddagans skilja eftir 22 milljarða úti í atvinnulífinu að þá séum við að mæta vel væntingum til þessarar aðgerðar. Þegar spurt hvenær verða aðrar aðgerðir tilbúnar þá myndi ég bara svara því þannig að við höfum þegar sagt mjög skýrt tilteknar aðgerðir. Ég nefni hér sem dæmi gistináttaskattinn. Þetta er auðvitað líka skýr aðgerð þó að útfærslan varðandi framhaldið sé í smíðum og ég er ekki einn þeirra sem að trúi því að þeir sem að hafa stokkið fram hér síðustu vikuna eða 10 dagana og lýst yfir að það sé þetta sem að verða að gera og það sé nákvæmlega svona og jafnvel þótt að einstaka ríkisstjórnir hafi komið með aðgerðaplön sín, þá ætla ég að leyfa mér að fullyrða að það eru fáir af þeim sem að fylla þennan hóp sem að sjá nákvæmlega fyrir það sem er framundan. Það er einfaldlega svo gríðarlega mikil óvissa það nákvæmlega hversu djúp þessi lægð verður og hversu lengi hún varir að það er kannski bara ekki ennþá kominn tíminn til þess að fullgera aðgerðaplan vegna óvissunar. Hins vegar þá munum við útfæra hér á við skulum segja næstu vikunni allar helstu meginlínur þeirra aðgerða sem munu koma til framkvæmda. Og ég hef aðeins farið inn í þá umræðu nú þegar í þessari viku. Menn hafa verið að nefna þætti eins og tryggingagjaldið og ég segi þá við skulum vanda okkur þannig við útfærslu á slíkum málum að áhrifin komi helst þar sem að þeirra er þörf. Ég nefni sem dæmi 1 eða 2% lækkun á tryggingagjaldi út árið svo dæmi sé tekið gerir ekkert annað heldur en nákvæmlega að lækka þá launakostnað þeirra fyrirtækja þá prósentu og ég held að áhrifin muni lítið duga þó að þau kosti ríkissjóð gríðarlega mikið. Við þurfum að safna slagkraftinum saman og kýla þetta í gegn þar sem að við viljum ná áhrifunum fram. Líklega að þjappa áhrifunum þegar að krísan er dýpst. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svarið og ég er alveg hjartanlega sammála hæstv. Ráðherra. Þetta er fordæmaleg staða, það er mikil óvissa. Ég get ekki frekar heldur en nokkur annar frekar en hæstv. Ráðherra sagt nokkuð til það hversu mikið högg, langvarandi högg þetta verður. En við vitum að það verður allnokkuð til skemmri tíma og þess vegna einmitt hvet ég til þess að við séum ekki einmitt að horfa til 1 eða 2% lækkunar á tryggingagjaldi til að byrja með heldur frekar fullt afnám á tryggingagjaldi í 1 til 3 mánuði eða eitthvað þess vegna. Þannig að við komum með afgerandi aðgerðir sem hafi áhrif til skemmri tíma litið meðan að óvissan er mest. Af því að það er alveg ljóst að við erum að taka okkur mjög mikið högg. Hér er verið að boða til samkomubanns á sama tíma og við erum að ræða þetta mál. Það hefur auðvitað viðbótar högg á allt atvinnulífið. Og ég er alveg sammála sem kom fram í framsögu hæstv. Ráðherra. Við verðum líka að gæta okkur að því það er kannski einfalt að undanskilja ákveðna hluti eins og fjármálakerfið eða eitthvað þess háttar frá aðgerðum eins og niðurfellingu tryggingagjalds, en það er mjög erfitt að afmarka hvar áhrifunum sleppir þegar kemur að einstökum fyrirtækjum. Og minni líka enn og aftur eins og kom fram í máli hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur, gleymum ekki einyrkjunum sem gjarnan eru réttlausir í þessari stöðu. Það þarf að huga að aðgerðum fyrir þá líka. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég tek undir þegar menn benda á að við megum ekki skilja einstaka hópa eftir eins og þá sem eru sjálfstætt starfandi og við munum huga að því. Hérna erum við að ræða aðgerðir sem að maður vonast auðvitað til að sem mest samstaða geti tekist í þinginu. Ég hef lýst því hér yfir að kostnaðurinn af því að ganga of skammt verði í mínum huga alltaf meiri heldur en kostnaðurinn af því að hafa gert aðeins of mikið. Aðeins meiri heldur en þörf krefur. Og þess vegna munu mínar tillögur hingað til þingsins bera þess merki að við tökum stöðunni mjög alvarlega, að við ætlum að nýta okkur þá stöðu sem við höfum byggt upp á undanförnum árum til þess að takast á við svona áfall. Til þess vorum við að því og
Ég vonast til þess að samtali hér í þinginu leiði síðan fram bestu mögulegu lausn og við munum hraða tillögum hingað til þingsins eins og við bara mest getum. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra framsöguna og vil taka fram hér í byrjun að við í Miðflokknum styðjum auðvitað þetta mál og þetta er ágæt fyrsta varða, ef svo má segja. Það er auðvitað, málið ber þessu auðvitað merki að þetta er tímabundin aðgerð en jafnframt því flaggað á sama tíma að næstu dagar og vikur verði notaðar til að ramma inn yfirgripsmeiri lausn hvað þetta sérstaka atriði og aðra mögulega gjaldafrestun og frestun á greiðslu skatta varðar. En mig langar til að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra. Það kom fram undir lok framsögu ráðherrans að geta svigrúm ríkisins til þess að stíga inn væri auðvitað takmarkað í heildina. Þetta er í mínum huga þríþætt. Í fyrsta lagi eru það aðgerðir sem kosta ríkið lítið. Það er eins og núna greiðslufrestur á tekjum sem að skila sér inn væntanlega fullu. Það er lífeyrissparnaðurinn, séreignin og fleira slíkt. Síðan er það hin raunverulega eftirgjöf skatta og gjalda sem að verður skilin eftir til lengri tíma út í atvinnulífinu. Og síðan þriðja atriðið er auðvitað innspýtingin, fjárfestingarhlutinn sem að því hefur verið flaggað að verði kynnt núna fyrir lok mánaðar og er nauðsynlegur til að taka á þessum undirliggjandi kólnun hagkerfisins sem er búin að vera í gangi miklu frá því löngu áður en að korónuveiran lét kræla á sér. Það sem mig langar að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra er hvort að nú þegar liggi fyrir mat innan ríkisstjórnarinnar eða í fjármálaráðuneytinu hver heildarmyndin er hvað varanleg eftirgjöf, draumveruleg eftirgjöf, ekki frestun gjalda varðar heldur hvað ráðherrann telur að ríkissjóður geti með góðu móti ráðstafað til þess að skilja eftir varanlegt súrefni, ef svo má segja, út í atvinnulífinu. Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson andsvari. Virðulegi forseti. Ég lít þannig á þegar við metum aðgerðir stjórnvalda að við þurfum að taka með í reikninginn sveiflujöfnun kerfisins í heild eins og hún er sett upp. Og þá er ég að vísa til þess að tekjuöflunarkerfi ríkisins eru með innbyggða gríðarlega mikla sveiflujöfnun. Það mun til dæmis birtast okkur þannig á þessu ári að tekjur ríkisins munu falla með það sem áður var áætlað tugi milljarða. Þannig erum við án þess að gera sérstaka nýja ráðstöfun þegar búin að byggja inn í kerfin okkar sveiflujafnandi fyrirbæri. Þegar við þess vegna spyrjum okkur hvað ætla stjórnvöld að gera í heildina, þá myndi ég ávallt líta á sveiflujöfnunarkerfin til viðbótar við það sem gerist í nýjum beinum ákvörðunum. Bara ég vek athygli á því að ríkissjóður mun þurfa að taka á sig tugmilljarða tap fyrir utan allar aðrar aðgerðir sem við erum hér að fara í. Þegar kemur hins vegar að heildarumfangi beinna nýrra aðgerða, svo sem eins og niðurfellingar á sköttum, að þá get ég ekki svarað í nákvæmlega á þessari stundu, en ég mun ekki verða talsmaður smáskammtalækninga í því. Það sem ég vil gera og nota sólarhringana framundan til þess að glöggva mig betur á er að skilja eftir meðal annars samtal við atvinnulífið hvers konar aðgerðir myndu helst gagnast. Og það er rétt sem að bent er á að aðrar ríkisstjórnir hafa komið fram með mjög markvissar aðgerðir. Ég held að menn séu samt sem áður ennþá dálítið að skjóta í myrkrinu í því og það er oft ekki fyrr en að menn tefla fram aðgerðum sem að menn fá viðbrögð og einhver mótrök við því og bent er á aðrar leiðir og við þurfum að gefa okkur eitthvað lágmarkstíma í að útfæra slíkar tillögur. En tugmilljarða aðgerðir er alltaf það sem við erum að tala um þegar á heildina er litið með sveiflujafnandi hlutverki tekjuskattskerfisins. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra svarið. Það er auðvitað þannig að sveiflujöfnunin er innbyggð í skattkerfið en sveiflujöfnunin í þess núna í fyrirsjáanlegri framtíð til lækkunar tekna ríkissjóðs kemur auðvitað til af því, allavega hvað fyrirtækjahlutann varðar, að staða fyrirtækja er að þrengjast mjög hratt og mikið. Og sú staða hefur verið að þrengjast með þeim hætti í rauninni allt síðasta ár jafnt og þétt. Ef maður velur einn tímapunkt þá mætti sennilega helst tilgreina fall flugfélagsins WOW sem upphafspunkt þeirrar þróunar og hún er búin að vera mjög ákveðin síðan í haust. En ég ætla nú ekki að koma fram með viðbótarspurningu núna sérstaklega en vil bara fagna því að fjármálaráðherra ítreki hér það sem að ráðherrann sagði í gær að það væri skynsamlegra það væri áhættuminna að ganga lengra en skemmra í þeim aðgerðum sem fram undan eru. Svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Já, virðulegi forseti, já, þetta er svona að tekjuöflunarkerfin hafa þetta hlutverk og svo við tökum eitt dæmi, það myndi lítið gagnast í augnablikinu að segja að vegna ársins 2019 verði tekjuskatturinn lækkaður. Ef að fyrirtæki verða hvort er rekin með þeim hætti að þau séu ekki líkleg til þess að fara að greiða tekjuskatt vegna ársins 2019. Þannig að það gæti hljómað á yfirborðinu sem mjög yfirgripsmikil og stór aðgerð. En ef að tekjuskattur ársins 2019 áætlaður er hvort er að falla, þá er hún ekki að fara að gagnast eins og kannski virðist á yfirborðinu. Og það er þetta sem ég á við, að ríkið við höfum smíðað kerfi sem að skilur peningana eftir hjá fyrirtækjum ef að það er engin hagnaður, engin umsvif til þess að greiða skatta af. Þetta þurfum við að hafa í huga og ríkið mun þess vegna taka á sig verulega dýfu, taka á sig að fjármagna samneysluna þrátt fyrir að fyrirtækin leggja ekki af mörkum. En við erum rétt að byrja þessa umræðu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Fjármálaráðherra framsöguna og þessa umræðu. Ég ætla nú ekki að lengja hana en við í Miðflokknum styðjum þetta mál eins og komið hefur fram hér. Hins vegar held ég að þessi aðgerð ein og sér ráði nú ekki úrslitum. Það þarf að hafa hér í huga heimilin í landinu, það má ekki gleyma þeim og trúverðug úrræði varðandi vaxandi atvinnuleysi verða að koma sem allra fyrst fram. Ég fagna því sem hæstv. Ráðherra nefndi hér, hugsanleg úrræði varðandi séreignarsparnað. Það er eitthvað sem er skilvirk aðgerð og kostar ekki ríkissjóð réttilega eins og kom fram. Einnig er mjög mikilvægt í okkar huga að menn fylgist mjög vel með gengisþróuninni og grípi þá inn í þeim efnum ef að sýnt þykir að gengið komi til með að falla óþægilega mikið vegna þess að það hefur gríðarleg áhrif á heimilin og í landinu og lán landsmanna og hækkun verðbólgu er eitthvað sem við viljum allra síst sjá í þessum aðstæðum. En maður velti því fyrir sér í þessari umræðu hvað með önnur gjöld, það er ekkert minnst á þau hér. Hæstv. Ráðherra minntist á gistináttaskattinn. Jú, svo langt sem það nær þá er það ágætt en það ræður hins vegar engum úrslitum vegna þess að gistináttagjaldið er náttúrulega ekki greitt af gistingu sem er ekki til staðar. Og þar erum við kannski komin að kjarna málsins að það er stóra vandamál að það koma litlar sem engar tekjur inn fyrirsjáanlega í ferðaþjónustunni og þess vegna er afar brýnt að menn horfi til þess. Þetta er ein okkar stærsta atvinnugrein og ef hún verður fyrir svona gríðarlegu tekjutapi þá sjá allir hverjar þær afleiðingar geta orðið. Í þessum efnum, herra forseti, þá vegur ferðabann Bandaríkjanna mjög þungt. Ákvörðun sem kom algjörlega flatt upp á okkur af okkar vinaþjóð til margra ára og okkar samstarfsþjóð í NATO og í varnarsamningi Íslands. Þetta er mál sem verður að leysa, herra forseti. Þetta er mál sem verður að leysa að koma okkur af þessum ferðabannslista sem allra fyrst. Hver dagur er hér gríðarlega kostnaðarsamur fyrir íslenskt efnahagslíf.
Það er talað 30 daga og það er gríðarlegt tjón fyrir okkur. Ég hjó eftir því að hæstv. Forsætisráðherra hefur óskað eftir símafundi við Bandaríkjaforseta málið. Það gott og vel, en maður spyr sig, hefur forseti Bandaríkjanna yfir höfuð áhuga á því að ræða við forsætisráðherra Íslands minnug þess að hingað kom til landsins og sótti okkur heim varaforseti Bandaríkjanna á haustmánuðum og hæstv. Forsætisráðherra hafði greinilega mjög takmarkaðan áhuga á því að hitta varaforseta Bandaríkjanna. Allir þekkja það vandræðamál og þann vandræðagang sem var á ríkisstjórnarheimilinu í því máli. Hæstv. Forsætisráðherra hafði meiri áhuga á því að ræða við verkalýðsleiðtoga á Norðurlöndum. Þetta slæmt innlegg inn í það að leysa þetta mál, herra forseti, því miður. Og auk þess tel ég að ákvörðun utanríkisráðherra að falla frá samningsbundinni heræfingu gagnvart Bandaríkjunum og okkar varnarsamningi við Bandaríkin hafi verið aðgerð sem muni ekki flýta fyrir því að þetta mál verði leyst. Og ég var satt að segja, herra forseti, hef verulegar áhyggjur af því að ráðherrar, forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafi bara ekki það til að bera til þess að reyna að leysa þetta mál gagnvart Bandaríkjunum í ljósi þeirra framkomu sem ég rakti hér á haustmánuðum og nú síðast varðandi þessa heræfingu, vegna þess að þetta eitt af brýnustu úrlausnarefnunum, það að reyna að koma okkur af þessum ferðabannslista Bandaríkjanna. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra veitir andsvar við ræðu þingmannsins. Virðulegi forseti, 2 atriði sem ég vil minnast á. Í fyrsta lagi varðandi gistináttaskattinn. Að sjálfsögðu gerum við okkur grein fyrir því að gistináttagjald verður ekki greitt af tómum herbergjum. En þessi atvinnugrein fyrirsjáanlega í talsverðum þrengingum. Og það þá þeim mun mikilvægara að gjaldið verði fellt niður af þeim herbergjum sem þó í útleigu. Við erum ekki að halda því fram að hér sé neitt stærri aðgerð en við blasir. Gjaldið hefur verið að skila rétt rúmum milljarði, rétt þar bil ef ég man rétt, og við gerum ráð fyrir því að með þessu megi skilja eftir hjá þessari starfsemi nokkur 100 milljónir. Og ég hefði haldið að það munaði það. En það sem meira þá erum við að vonast til þess að þetta verði tímabundið ástand og það birti til síðir og að gjaldið komi ekki aftur til framkvæmda strax í kjölfarið, heldur munum við hjálpa mönnum aðeins að rétta úr kútnum með því að leyfa gjaldinu að liggja óvirku þrátt fyrir að það sé aðeins farið að birta til. Og það mun líka skipta máli. Ég get tekið undir margt af því sem að hv. þingmaður sagði mikilvægi þess að koma aftur á tengingu við Bandaríkin. Ég held hins vegar að forysta ríkisstjórnarinnar í þeim samskiptum sé mjög vel fær til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að halda okkar hagsmunum á lofti. Það verður að fordæma þessa niðurstöðu Bandaríkjamanna að taka einhliða fyrirvaralaust svona afdrifaríka ákvörðun sem virðist ganga langt út fyrir það sem aðstæður kalla á og tjónið sem af því hlýst ómælt og ekki tímabært að reyna einu sinni að gera sér almennilega grein fyrir því. Og því lengur sem að þetta varir, því meira verður tjónið. Þess vegna búið að boða til fundar með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem fer fram í Bandaríkjunum á næstu viku og við munum halda áfram að halda á lofti okkar hagsmunamálum. Svo andsvari hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra og tek undir með honum með það að auðvitað skiptir það máli að fella niður gistináttagjaldið og ríkissjóður verður þarna að tekjum það bil 1 milljarði eins og hæstv. ráðherra nefndi. En það nú þannig að eins og hæstv. ráðherra nefndi réttilega að þá ekki greitt gjaldið af tómum herbergjum. Þetta svona eitt af því sem við að etja í þessu máli að aðgerðirnar þær verða að vera markvissar og það sem skiptir mestu máli í þeim efnum að reyna að lágmarka tjónið, reyna að koma í veg fyrir það að hér verði algjört hrun í ferðaþjónustunni og þá skiptir það verulegu máli að reyna að fá hingað ferðamenn þrátt fyrir það að aðstæður séu með þessum hætti að þá eru einhverjir ferðamenn að koma til landsins og frá Evrópu og það skiptir okkur verulegu máli. Þess vegna
þetta gríðarlega mikilvægt í mínum huga að leysa þetta mál gagnvart Bandaríkjunum. Og ég fagna því, eins og hæstv. Ráðherra segir hér, að utanríkisráðherra komi til með að hitta utanríkisráðherra Bandaríkjanna vonandi í næstu viku. Það gríðarlega mikilvægur fundur. Og ég segi fyrir mitt leyti, herra forseti, ég held að innlegg okkar í þá viðræðu verði náttúrulega að vera á þann veg að það sé fullkomlega skiljanlegt af hálfu Bandaríkjanna hversu tjónið gríðarlegt. Og þeir sem vinaþjóð okkar verða að horfa til þess. Í þeim efnum tel ég rétt að utanríkisráðherra endurskoði ákvörðun sína með því að falla frá þessari samningsbundnu, og ég ítreka samningsbundnu heræfingu, og gleymum því ekki í þessum efnum, herra forseti, að það jú verið að æfa varnir Íslands. Varnir Íslands, það búið að undirbúa þessa æfingu mjög langan tíma, og þetta bara, held ég að mínu viti, liður í því að leysa þessa deilu og koma okkur af þessum lista. Þannig ég vænti þess að sá fundur verði vonandi árangursríkur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. Ráðherra fyrir ræðuna og frumvarp þetta sem við erum með hér í höndunum. Það gott að málið sé komið til okkar, því það mjög brýnt að fara að bregðast við hratt og örugglega við þeim aðstæðum sem eru uppi nú í samfélaginu. Það má hins vegar ekki gleymast, þó að við horfum sérstaklega mikið á ferðaþjónustuna eðlilega í umhverfinu sem akkúrat núna, að vandinn stærri, hann lengri, hann eldri og hann víða meiri. Hann nær alveg frá því að hér brestur á óveður, hér verður loðnubrestur, það kólnun í hagkerfinu og allt spilar þetta saman að gera aðstæður á Íslandi ekki sérstaklega góðar eins og staðan akkúrat í núna. Auðvitað hann einna mestur hjá þeim sem eru fremst í flokki ferðaþjónustu í dag. Það alveg augljóst. En áhrifin munu hins vegar hríslast niður allt samfélagið, hríslast niður allar atvinnugreinar vegna þess að það eru svo margir aðilar sem tengjast þessari atvinnugrein. Og við getum rætt hér til dæmis bara þá sem eru að selja einhvers konar ferðamönnum sem að fara með fólk upp á jökla, fólk sem eða aðilar sem eru með gætar eða bjóða upp á gönguferð og svo framvegis. Þetta hefur áhrif á allt samfélagið í rauninni þegar svona kemur upp. Mig langar líka að nefna til þessi veitingahúsin sem mörg hver lifa af því að selja ferðamönnum veitingar. Þetta samdráttur þar mun án efa koma við til dæmis bændur sem hafa verið að framleiða vörur og jafnvel sumir hverjir sérstaklega inn á ákveðin veitingahús. Samdráttur þar mun koma illa við þessa stétt og ég hvet til þess að það verði skoðað líka sérstaklega. En samdrátturinn hann mun að sjálfsögðu líka á einhverjum tímapunkti geta haft áhrif á heimilin og það mjög mikilvægt að vera þá á tánum hvernig við getum brugðist það við, til dæmis með því að tryggja það með eins miklum hætti mögulegt eða vaxtalækkanir skili sér til heimilanna. Mig langar líka að nefna, herra forseti, að hvort það sé ástæða til þess að hvetja aðila vinnumarkaðarins til þess að setjast niður og velta fyrir sér hvort að það ef til vill þjóni hagsmunum allra, bæði launþega og atvinnurekenda, að umsamdar launahækkanir frestist eitthvað örlítið. Ég ekki til að þær verði afnumdar neitt slíkt að menn gangi á bak samninga sem upp á nýtt, heldur að það kann að vera þjóni báðum aðilum að þetta frestist. Og ef menn meta svo að það ekki, þá það bara þannig. Ég held hins vegar, virðulegur forseti, að það sé mjög mikilvægt núna að menn taki fleiri ákvarðanir heldur en færri. Menn taki ákvarðanir núna hratt og örugglega, af því það þá betra að draga þær tilbaka, það betra að vinda ofan af, betra að leiðrétta það sem tekir ákvarðanum. Þetta að taka ekki ákvarðanir. Það skiptir mestu máli núna að ríkisstjórnin, að stjórnvöld, að Alþingi komi skýrt fram, komi öflugt fram og taki ákvarðanir sem að lina þetta áfall sem verða fyrir núna mjög snöggt og mjög hratt. Það hægt að vinda ofan af því. En það eitt líka, herra forseti, sem ekki má gleyma, og ég veit að hæstv. Fjármálaráðherra vel meðvitaður að þessi vírus og veira mun örugglega ganga yfir á ákveðnum tíma, 2, 3, 4 mánuðir kannski, en áhrifin munu vara miklu lengur á samfélagið. Áhrifin á fyrirtækin, áhrifin á atvinnulífið munu vara miklu lengur
heldur en akkúrat sem þessi veira gengur yfir. Og það er það sem þurfum að búa okkur undir. Við þurfum þá langtímalausnir og eitt af því getur til dæmis verið að lækka varanlega skatta sem eru lagðir á fyrirtæki núna. Að boða það að frá að núna mjög fljótlega munum við afnema eða lækka mjög varanlega skatt af fyrirtæki þannig að þau geti horft fram til lengri tíma með sinn rekstur. Ekki eingöngu þó að setja jákvætt skref, tek fram, herra forseti, það er mjög jákvætt að ríkisstjórnin komi fram með þessar tillögur og þetta eru fyrstu skref að okkur skilst. Það er mjög nauðsynlegt að við bregðum samt við til lengri tíma, þannig það sé sagt. Ég ítreka í rauninni, hér er bara lokum forseti, ég veit að þetta mál þarf að komast í nefndar, við þurfum að fjalla þetta mál, við þurfum að afgreiða hér í dag, til þess nú leikurinn gerður í rauninni, en Miðflokkurinn að sjálfsögðu reiðubúinn til þess að hlusta á allar góðar hugmyndir og er tilbúinn til að koma með góðar hugmyndir að borðinu og vinna með þeim ef það má vera til þess að flýta hér málum og hægt að taka góðar ákvarðanir hratt og örugglega. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. Forseti. Ég vil fagna því að þetta mál er hérna framkomið og þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir þessa ræðu og fyrir þetta mál. Hann hefur sagt ítrekað og ég fagna því að nú sé tími til að gera heldur meira en minna og ég vona sannarlega að sú verði raunin vegna þess að fyrstu viðbrögð ríkisstjórnarinnar voru, ef satt skal segja, frekar svona fálmkennd og þrátt fyrir að gistináttagjald, niðurfelling þess, komi sér vel, þá er ferðamennskan ekki bara hótelrekstur. Það eru birgjar sem eru að selja hótelunum varning. Fyrsta rútufyrirtækið er farið. Það munar ekki mikið niðurfellingu gistináttagjalds í þeim geira. Þannig að ég bíð spenntur eftir því að fram komi á næstu dögum fleiri aðgerðir sem boðaðar verða. Og ég vil nefna hér bara nokkur atriði sem ég held að blasi við að þurfa að taka á. Það er fyrsta lagi lækkun eða niðurfelling tryggingagjalds. Það er að tryggja það að einyrkjar geti komist á atvinnuleysisskrá líkt og gerðist árið 2009. Og ég held að það sé líka tími núna fyrir ríkisstjórnina að taka upp viðræður til dæmis við lífeyrissjóðina upp á það að gera að þeir sem sagt fari í kjölfar eins viðskiptabankans, merkilegt nokk ekki ríkisbanka, og fristi gjalddaga. Vegna þess að við erum núna þegar með atvinnuleysi sem er vaxandi og það var vaxandi áður en að þessir atburðir gerðust sem nú eru orðnir. En ég vil líka, og til þess eiginlega kom ég nú hérna upp, að ég vil hvetja fjármálaráðherra hæstv. Til þess og ríkisstjórnina alla, til þess að hlusta eftir tillögum. Og nú er einmitt sá tími uppi að það á við að það er sama hvaðan gott kemur. Þannig að ég veit og þykist vita það að flestir hér inni séu tilbúnir í það að taka á með ríkisstjórninni. Við erum það í Miðflokknum eins og fram hefur komið. En ég vil hvetja ráðherra hæstv. Og ríkisstjórnina alla til þess að hlusta eftir góðum tillögum sem koma frá stjórnarandstöðunni og öðrum hagsmunaaðilum, aðilum vinnumarkaðarins og svo framvegis, til þess að við lágmörkum það tjón sem verður af þessum atburðum sem nú eru orðnir. Og auðvitað hefur það komið fram, og það er alveg hárrétt, að við erum betur í stakk búin nú og betur undirbúin til að takast á við tímabundna erfiðleika heldur en oft áður. Og við höfum náttúrulega nokkra reynslu bitra af því að takast á við hrun. Og við erum ekki að horfa framan í hrun núna, við erum að horfa framan í tímabundið ástand sem að við sem hér erum getum átt drjúgan þátt í að lágmarka, leysa sem fyrst og svo framvegis. Þannig að, og ég vil líka ámálga það að það kostar líka og getur kostað meira að gera ekki nóg. Þannig að það þarf að taka djarfar
og stórar ákvarðanir og ég held að ríkisstjórnin fái stuðning við þær komi þær fram. Ég vil líka minnast á eitt í viðbót og það er vísitölubinding lána. Nú er erlendur gjaldeyrir á fleygiferð upp á við. Dollarinn var 132 krónur tæpar í morgun ef ég hef tekið rétt eftir. Þetta mun verða ávísun á það að vísitala hækki hér verulega og þar með lán landsmanna. Það er hægt að taka vísitöluna úr sambandi tímabundið, 2-3 mánuði til dæmis, til þess að þunginn af þessum atburðum lendi ekki á fólki sem er misvel undirbúið til þess að takast á þær. Og þá minnist ég aftur á þann hóp sem að nýlega hefur mist vinnu eða frá því í fyrra. Stærstu hópuppsagnir sem við sáum frá því í fyrra þegar Wow datt upp fyrir. Þannig að við þurfum að huga þessum hópum og þessum hópi til þess að við fáum ekki aftur það ástand að fólk var að missa hér eignir í stórum stíl eins og gerðist hér áður. Og það er kannski kaldhæðni örlaganna, herra forseti, að akkúrat núna á þessum dögum er verið að selja fyrirtæki sem á 1300 íbúðir til norskra fjárfesta. Og ég hef grun það, herra forseti, að í þessum hópi íbúða séu íbúðir sem Íbúðalánasjóður tók af fólki hér áður og fyrr og ekki hefur fengist upplýsingar hvert lentu. Þær hafa örugglega gengið kaupum og sölum 4-5 sinnum og eru núna á leið til Noregs, eignarhaldið. Við þurfum að aðgæta það, herra forseti, að slíkt ástand kom ekki upp, að slíkt gerist ekki aftur. Og við megum ekki við því að fólk sem er nýbúið að koma sér á fætur að afloknum þessum 10 árum sem liðin eru frá hruni að þar bil. Þannig að við þurfum að aðgæta það að þetta fólk verði ekki aftur fyrir sömu búsifjum eins og í kjölfar hrunsins hins fyrra. Að því mæltu að þá ætla ég að segja aftur, Miðflokkurinn náttúrulega styður allar góðar tillögur sem að ríkisstjórnin leggur fram og Miðflokkurinn á töluvert af góðum tillögum sem væri bara þarft fyrir ríkisstjórnin að hlusta á og við erum náttúrulega fúsir til samstarfs að ganga til þess að leysa þetta verkefni. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla hérna frumvarp til laga breytingu á lögum um opinber gjalda, frestun gjalddaga og Flokkur fólksins styður það heils hugar sem fyrsta skref, lítið skref í því sem þarf að gera út frá þeirri vá sem hefur skapast vegna COVID-19 veirunar. Það er eitt sem við verðum að átta okkur á og passa upp á er það að fara ekki af taugum og við því miður þá virðist eins og það sé orðið landlægt, minnst kosti virðist aðgerðir forseta Bandaríkjanna, Trump, þar sem hann setur á þetta flugbann vera eitt af því sem við ættum að læra af að framkvæma ekki hlutina í flýti án hugsunar og án þess að grundvalla vel afleiðingar þess. Okkur ber skylda til að íhuga vel og passa vel upp á einyrkja. Það eru einyrkjar í ferðaþjónustu og í tengdu við ferðaþjónustu og þetta þeir einstaklingar sem í atvinnurekstri sem eru viðkvæmasti fyrir því að atvinnulífið stöðvast og við verðum að passa upp á það að þeir geti lifað af þennan tíma og komið sterkir inn aftur. Þá ber okkur skylda líka sem hefur kannski farið fram hjá flestum og ekki enn komið á tími og það að passa upp á þá sem eru veikastir fyrir og geta ekki björg sig veitt, eru veikir heima og eru illa staddir fjárhagslega vegna þess að þeir hafa ekki þá lífeyrislaun eða aðra framfærslu til þess að standa undir mánaðarlegum útgjöldum heldur eiginlega tóra frá mánuði til mánaðar á gjöfum frá hjálparstofnunum sem ömurlegt til þess að vita að skuli vera það stór hópur sem
En í þessu samhengi má líka benda á það að núna framundan virðist alltaf verða gífurlegt álag á heilsugæslu og öðru á sjúkrastofnunum og sérstaklega þegar við horfum til þess að bara á einu kvöldstund voru 12.000 manns búin að skrá sig til að fá sýnistöku hjá Íslenskri erfðagreiningu. En ég bara bendi fólki á sem með rafræn skilríki og getur að fara inn á heilsuvera.is. Heilsuvera.is þar á að efla stórlega eftir sem ég skilst aðgang að læknum og það hægt að endurnýja lyf og með því að fara þar inn hægt að sleppa við það að þurfa að fara á heilsugæslu og það sem meiri smithætta. Og ég hvet fólk til alla þá sem geta að nýta sér þetta og kynna sér það vegna þess að þarna eru mjög góðar upplýsingar og þarna hægt að endurnýja vottorð, lyf og ná sambandi við lækni og mjög einfaldan og þægilegan hátt. Og ég bara mótmæli því halli og bara segi að það getur ekki staðist það sem kom hér fram í ræðu hv. þingmanns áðan að fresta launahækkun. Ég meina launahækkanir sem voru samdar núna voru samdar fyrir þá fólk sem eru á lægstu launum og þið veitir örugglega ekki að því að fá þær launahækkanir. Þannig að ég sé enga lausn í því að fresta þeim, það bara búið að semja og fólkið þeir sem þar undir á lægstu launum eiga að fá sína launahækkanir. Þannig að ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengur en eins og ég segi, ég vona að þetta sé bara fyrsta skrefið og okkur beri gæfa til að gera hlutina vel og endilega þannig að við förum okkur ekki fram úr okkur og valdum meiri tjóni heldur en þörf á og þá held ég að við eigum öll að geta komist í gegnum þetta og sérstaklega ef við stöndum saman. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Hlé verður nú gert á þessum fundi á Alþingi til klukkan 2 til klukkan 14. Fundi frestað.